Ég ætla að fara hérna yfir nokkur grunnatriði í jöfnureikningi með ykkur og þegar við erum að vinna með jöfnur þá er mjög gott að vinna sig bara alltaf niður á við eins og í fyrsta dæminu hérna að maður vill einangra x, hvernig það einangra, að skilja það eftir hérna eitt til dæmis vinstra megin af því að við viljum í rauninni enda svarið okkar svona. Hafa bara eitt x vinstra megin jafnt og svo kemur eitthvað gildi á x-inu. Og í þessu dæmi þá erum við 3x er jafnt og 24. Og það er vissulega margfaldur hérna á milli þó hún sé ekki skrifuð. Og þegar við erum að vinna með svona dæmi þá ætlum við að færa þennan þrist yfir þannig að x verði mitt bara 1 hérna vinstra megin. Og þegar við færum margfalduna tölu yfir jafntumerki þá helst til dæmis 24 hérna megin en þristurinn, þessi hér, hann færist þá úr margföldun og fer undir strik. Og ef við höldum áfram að reikna, að við erum komið með x er þá jafnt og 24 deilt með 3, nú þá er x jafnt og 8. Þannig að þetta er svona grunnurinn þegar við erum að leysa jöfnur. Og ef við höldum hérna áfram í dæminu hér, sjáum við samt að það er mínustala hérna, en samt áfram er sinnum á milli, við erum með mínus 11 y er jafnt og 33. Við ætlum þá að skilja y eftir hér, jafnt og 33 og þá færist þessi mínus 11 hérna undir. Svona. Y verður þá svo útkoma eða mínus 3. Í næsta dæmi hérna til hliðar þá sjáum við að x-in eru komin hægra megin og það er allt í góðu. Og við getum þá bara haldið áfram á sama hátt nema að við ætlum að skilja þá eftir x-i hægra megin í bili. En allavega það verður þá þannig að við ætlum að færa þennan tvist hérna yfir jafntumerki og setja þá undir strik í deilingu. Þannig að næsta skref hjá okkur væri þá mínus 12 deilt með 2 jafnt og x. Og við værum þá mínus 6 jafnt og x. Og áfram er það svoleiðis hér en sumum finnst betra líka að snúa þá bara dæminu strax við. Við skulum prófa að gera það hér. Þannig ef ykkur finnst þægilegra að skilja x eftir eins og dæminu hérna á undan, við erum með svarið svona en það er svona algengara að við svörum á þennan hátt. Við byrjum að segja x er jafnt og svo mínus 6 í staðinn fyrir að segja eins og hérna á undan mínus 6 er jafnt og x. Þannig að þetta er svona öllu algengari framsetning. Og til þess að reikningur og bara beint inn í hana þá getum við til dæmis hérna í þessu dæmi hér byrja bara á að snúa þessu. Við erum með 8 setur jafnt og mínus 30. Þannig að það er ekkert óleyfilegt. Og þá erum við búin að koma á kunnulegar slóðir. Við skiljum setuna eftir jafnt og þá ætlum við að færa 8 sem er hérna í margföldun yfir og hún færist í deilingu. Mínus 30 verður á sínum stað en það kemur strik undir, það er deiling og 8 færist undir. Og svo ef við myndum reikna þetta þá myndum við fá út að setan er þá jafnt og mínus 3,75.